Í fyrstu gerur nokkrar litlar skissur til að finna út hvernig vilt hafa myndbygginguna, uppröðuna og hvernig allt raðast saman. Svo velur eina skissu, skissar hann upp á A4, muna að vera léttur á pennanum og gera laust og skissa með gegnsæ, léttar línur. Svo strókar út hjálparlínurnar þegar það er komið. Því næst bætur við slöngulínu, lætur hann hlykkjast undir og yfir og allt kring, passa hann og þykkt í hana, svo strókar aftur út allar hjálparlínur. Það má líka draga upp á hreint og nýtt blað. Því næst hefjast skikkingar og ég mæli með að hafa hreint blað undir teiknihendinni til þess að káma teikninguna síður út. Svo vinnið og skikkið þannig að það sé alveg á hreinu úr hvaða átt ljósið kemur, þannig að það sé skýrt hvaðan skugginn er á hlutunum. Muna líka að það skiptir miklu máli að skilja eftir ljósrönd innan formsins en ekki fyrir utan það, upp á það að þar sem dökkt mætir dökku, að það verði skýrt. Þá er gott að fara í slönguna og merkja inn á hana svona línur upp á það að maður átti að sjá því hvernig liggur í henni, að maður nái trúverðugri þykkt, síðan er að skyggja hana eftir sama ljósu og fellur á hinn þrífuðu formin og það er gaman að leika sig líka með aðra áferð í slöngunni svo hún skeri sig sannarlega frá. Þá er að huga skuggavörpun, öll formin kasta af sér skugga og einnig slangan. Í lokin er komið að bakgrunninum en hann er fylltur með geometrískum formum, þar að segja tvífuðu formunum 3, hringferning og þríhyrning og það má nota reglustrikur til þess að vinna með það. Geometríski bakgrunnurinn er síðan skyggður eftir kúnstarinnar reglum, bæði notaður mismunandi styrkleiki og ýmsar áferðir. Þannig að þegar upp er staðið er komin heildstæð mynd sem er blanda af raunsæri skyggingu og þrífuðu formunum og abstrakt skyggingu í bakgrunni. Gangi þér vel og góða skemmtun!